Við ætlum að ræða hérna heimsmálin í seinni hlutanum og við fengið aðstóð þar frá Jóni Baldvin Hannibalssyni, fyrrverandi utanríkisráðherra, guðfaðir EES-samningsins hérna á Íslandi, blandaðist inn í svona öryggismál Evrópu í Eystrasaltslöndunum í frelsisbaráttu þeirra, varst sendiherra í Washington og þekkir bandarískt samfélag. Ég fekk nú tilfylgjum að þau mist listin á bandarísku samfélagið og varst sendiherra þar. En hugmyndin var svo að fá þig hérna til þess að labba aðeins með í gegnum þessa flóknu mynd sem er hérna í heiminum, þar sem er svona eitt heimskerfi virðist vera að hrynja og annað ekki orðið til og eins og við sögum hérna áðan að þá fara tröllin á kreik. Eitt af því sem við vorum að ræða hérna í lokin var hérna kom fram svona, ég veit ekki hvað, svona ójafnvægi sem er innan samfélagana í kjölfarið á nýfrjálshyggjuárunum. Og það var talað hérna að það veru auðkýfingar sem væru að krefjast þess að þeir eru hamdir með einhverjum hætti. Einn svona, maður gæti velti upp. Opna bréfi frá þeim gæti orðið bara inngangurinn á okkar samtali, því að það lýsir þessari galnu heimsmynd. Já, og þá er það hugmyndin svo að við séum kannski í þessari stöðu í heimsmálum vegna þess hvernig við höfum veikt og eyðilagt kannski samfélögin sjálf. Já. Með skattheimtu. Og þú tekur undir þetta bara með jái. Já, má ég vitna í þá? Já. Sko, opið bréf frá 400 milljarðamæringum í dollarum talið til ríkisstjórna heimsins, farðinu að skattleggja og nánast áskorunum að fara að gera eitthvað í skattastjólunum sem að stofnun í Washington áætlar að sé nú orðið þriðja stærsta hagkerfi heims. Svo mikið lög og rétt og allir skulu vera jafnir fyrir lögunum. Jæja, þeir skora á ríkisstjórnir með þessum rökstuðningi. Þeir segja innan við hálfa tylt auðkýfinga, ólígarka hafa sem styðast við ævintýralega öfgakenndan einkaauð, hafa keypt lýðræðið okkar, hafa yfirtekið ríkisstjórnir, eiga fjölmiðlakerfið, stjórna eða hafa stjórnandi tök á tæknibyltingunni sem við erum að lifa í gegnum og hafa stór aukið örbirgð, fátækt og félagslega einangrun. Þeir eru á hraðri ferð með að eyðileggja lífríkið okkar líka. Takiði til, fara að gera eitthvað í þessu. Að þetta skulle vera áskorun frá þeim sem að helst hafa hagnast á þessu heimskerfi sem að undir merkjum hnattvæðingar og nýfrjálshyggju sem að fór að mótast hér upp úr á 8. áratugnum er alveg ótrúlegt og er umræðunnar virði. Við höfum svolítið verið að halda fram þessu sjónarmiðum hérna við þetta rauða borð og þótt stundum vera svolítið róttækt. En maður þarf náttúrulega að endurskoða þessi róttækni sína ef það eru helstu auðkýfingar í heimi sem eru komnir með sömu skoðanir. Já, það er ekki því. Já, þá verðum maður að finna hvert er næsta skrefið. Já. Þetta tengist því að af hverju setjum við uppi með þessa stöðu sem við erum með. Heldurðu að Trump sé einhver leyti afkvæmi þeirra breytingar sem urðu í bandarísku samfélagi? Já, það er engin leið að skilja hann nema með því að átta sig á því að Bandaríkin eru gerbreytt þjóðfélag á þessari nýju öld frá því sem að við gerðum okkur hugmyndur um. Sko, einhver tímann í æskuminni las ég bók eftir Tocqueville, franskan speking um framtíðarlandið Ameríku. Land lýðræðisins, land framtaksins, land frjálsar tjáningar og framtaks, fyrst og fremst framtíðarland lýðræðis og lýðræðislegra stjórnarhátta. Núna, þegar við skoðum Bandaríkin, þá getum við sagt þetta var í samanburði við einræðisstjórnir lénsaldar í Evrópu, konungsveldi og keisara. Nú er það svo að það eru Bandaríkin, framtíðarland hinna snauðu og fátæku, sem að eru meira stéttskipt en yfirleitt nokkurt annað ríki í heiminum,
þar sem undir stjórn örfámennrar yfirstéttar í krafti auðs með Jimmy Carter lýsir því best, hann segir að á þeim 242, hún segir þetta í ævisögu sinni, á þessum 242 árum sem þá voru liðin þá hafa Bandaríkin verið í friði í 16 ár. Frá árinu 1970 hefur aldrei verið ár þar sem Bandaríkin hafi verið með friði. Hann segir, við erum orðnir stríðsóðasta þjóðfélag samtímans. Og sögunar, kannski? Já. Og þá sögunar, eða ekki? Já, sennilega sögunar. Já, ekki samtímans, sögunar. Já. Þannig að Bandaríkin fóru af braut. Þetta fórsturíki lýðræðis í heiminum. Kannski þessi hugmynd okkur Bandaríkin, goðsöguna, fórusturland hins frjálsa heims og svona. Eitthvað þetta svona óskykja. En þetta var eftir sem áður var þetta innbyggt einhvern veginn inn í þjóðarsálinum að samfélagi vildi fara þá braut. En það ekki lengur. Fyrir nú utan þjóðarfeðurna höfundar stjórnarskrárunar og það allt saman, þá var þó heilt tímabil á síðastliðinni öld þar sem Bandaríkin, við erum að binda vonir okkar við það. Tímabil New Deal Roosevelt var uppbyggilegt tímabil til þess að binda endi á frjálshyggju tímabili fyrra og gerbreytti heiminum aftur. Við tók gullöld sósíaldemókratisins, sérstaklega í Evrópu, mesta hagvaxtarskeið, mesta blómlegasta fjárfestingar, mesta framfarir í lífskjörum og í almennings, útrýmingu fátæktar, uppbygging velferðarkerfisins, þetta var allt gullöldin og í skjóli Bandaríki voru auðvitað í lok seinna stríðs. Það erfitt að hugsa sér það. Helmingur þjóðarframleiðslunnar var þeirra. Evrópa var í rúst, Rússland var í rúst, Kína var í rúst, heimurinn var í rúst. Það besta sem úr sögu diplomatíunar sem mér getur hugkvæmst Marshall-áætlunin. Forystumenn Bandaríkjanna beittu sig fyrir því að styðja við uppbyggingu og hraða uppbyggingu Evrópu, bauðu Rússum að taka þátt og Austur-Evrópu. Marshall-aðstoðin var framlag Bandaríkjanna til þess að endurreisa friðsamlegt hagsældarskeið og það verður auðvitað út af fyrir sig ekkert frá þeim tekið. Þetta bara allt önnur mynd, þetta fortíð. Og nú, þegar við tölum vestræn gildi, vestræna menningu, í nafni vestræna menningar, fjölmenningar, lög og réttur, eru skattarskjól, 60 skattarskjól utan við lög og rétt. Er það afsprengi vestræna menningar lög og rétt? Ég man eftir því að hafandi lesið einhvern tímann sögu breska nýlendustefnunar, það var hér í Edinborg í Gálanda, það var vitnað í samtal við Gandhi, frelsishetju Indverja, og hann spurður hvernig honum lítist á vestræna siðmenningu. Og hann segir við, hváir, brosir út í annað og segir, já það væri nú góð hugmynd, Hans upplifun var valdbeiting, arðrán, yfirtaka á auðlindum fátækra þjóða, hernaðaróbeldi vissulega, nýlendustefna vestrænna ríkja sem við köllum birtist afganginu á heiminum með allt öðrum hætti. Ópíumstríðið í Kína í 100 ár. Herðu, þetta ég má draga frum aðeins bara inn í svona daginn og kannski nær svona dægurmálum að ríkisstjórnin að ganga frá þingsályktunartillögu það hvenær verður efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu í Evrópusambandið. Umræðum það mun náttúrulega kannski verður umræða okkar breytta heimsmynd dregin í gegnum þá umræðu. Jú.
Þannig en mér langar samt að ræða þessum Evrópusambandi fyrst ef við kannski svona gleymum bara heimsmyndinni, ef við reynum átt okkur á því hverjir eru kostirnir fyrir Ísland að í staðinn fyrir að vera aðili að EES að ganga í Evrópusambandið. Já. Evrópusambandi kostir og gallar. Já, og án tillits til þess á hvað tíma við erum. Ég meina, það ákveðið sjónarmið að segja þetta ekki spurning sem á við í dag bara út af óvissun í heiminum, en látur sem svo að þetta sé spurning við hæfi. Já. Eigum við að fara inn? Já. Sko, samrunaferlið í Evrópu eftir stríð sem að nú er þar komið sem heitir Evrópusambandið var auðvitað stórkostlegt framfaraskref. Evrópa væri ekkert með í stórvelda pólitík væri engin Er það ekki bara fínt? Er það ekki bara fínt að vera ekki í stórvelda pólitík? Evrópa hefur ekki lokið sínu hlutverki mínu mati. En sko, hún væri sko Bretland, gamla nýlenduveldi að veslast upp, Frakkland upplaust nýlenduveldis, Þýskaland í rústum eftir geðveikt útrýmingarstyrjöld, Evrópa var í rúst. Frumkvæði þeirra sem beittu sér fyrir samrunaferlinu var aldrei aftur stríð, þetta átti að vera friðarmissjón og það átti að beita öllum tækjum til þess að koma í veg fyrir stríð og stuðla að samstarfi og samruna. Já, og þetta er jákvæð hugsun og hún er friðsamleg og hún er hinn valkosturinn að byggja aftur á grunnunum, á rústunum, á rjúkandi rústum tveggja heimsstyrjalda var ekki Make Þýskaland great again og Make Frakkland great again. Já. Þvílík tilhugsun. En sameiningahugmyndin, sumar hugmyndir þannig að þetta er góð hugmynd og hún virkaði vel en ákveðin tíma. Myndirðu segja að blóma tími þeirra hugmyndar, hvað næra nálægt okkur í tíma? Já, sko, við skulum staldra við hrunið. Hrunið var náttúrulega amerískt uppruna, það var afleiðing af því að bandarísk stjórnvöld slepptu öllum böndum, reglum, eftirliti, lögum, reglum á fjármálageirann sem braust þá út yfir heimsbyggðina í nafni nattvæðingar og tótal frelsis auðmagsins, þar sem aftur múti vinnuafli er lókalt, fjármagnið er glóbalt og því var sleppt lausu, sigað á heiminn. Sumir héldu lengi vel að þetta væri voða gott og nú sjáum við hverjar afleiðingarnar eru. En að því var það Evrópu, að þá sjáum við hvernig brást Evrópa við hruninu. Það er bara satt frá því að segja að það á þeim tíma voru hugmyndir nýfrjálshyggjugaurana svo alls ráðandi að allt sem tæmi frá ríkinu er vont, markaðurinn er góður, markaðurinn leysir sín vandamál sjálfur og látiði bara markaðsöflin í friði. Allt þetta dellumakari, það hrundi náttúrulega með hruninu vegna þess að það sem kom til bjargar var frumkvæði ríkisins. En frumkvæði ríkisins hvernig? Hugmyndin var að þetta var fjármálakreppa og þetta var bankakreppa og það var verið að eiga við skuldafjöll og hver voru úrræðin? Að heimta að almenningur í þessum löndum sem hafði ekki tekið þessi lán og skuldaði ekki þetta, borgaði af því að fjármálageirin var of stór til þess að það væri hægt að láta hann falla. Þetta leiddi í för með sér það sem ég kalla austerity, það segja harðlífis áratug austerities sem þýddi stöðnun, massíft atvinnuleysi ungs fólks og eiginlega var verið að níðast á hinum félagslega sáttmála sem það að já, við í fræga sósíaldemókratíska samkomulag eða
sátt er svo. Við föllumst á að markaðurinn geti þjóna sínum hlutverki og sé góður til auðsköpunar ef hann er undir lýðræðislegri stjórn sem er algjörlega nauðsynlegt til þess að hann lendi ekki í ógöngum, markaðsbresti og einokun og fákeppni og svo framvegis. Það er regin misskilningur í allri pólitík á Vesturlöndum að það sé ykkur hræðilegar andstæður markaður og ríkisstjórn. Markaðurinn þrífst ekki þess sem er veik ríkisstjórn. Það er ekki nefnvítis markaður á Haítí. Það er bara óstjórn. Og það er ekki skattar á Haítí, nei, en það er líka heldur ekkert við að fást. Skattlegning er forsenda uppbyggingar innviða sem að atvinnulífi byggir á. Já. Svo að ég minnist þess að ég er að lýsa Evrópusambandinu og viðbröðum við hruninu. Evrópusambandinu er ekki búið að ná sér algjörlega eftir þetta. Og breytti þessar ákvarðanir sem teknar hvernig það bregst við hruninu, voru þær þannig að eðli Evrópusambandsins breytist? Já, við völd í Evrópusambandinu, þetta er allt saman hægri stjórnir nánast allt saman. Það eru undantekningar ef það er ekki. Þegar þú varst í pólitíka þá sagði Davíð Oddsson að þetta var alltaf vinstri menn nema hann og Asnar. Já, það er bara það. Það var eitthvað til í því. Þá voru kratar yfirleitt við völd í Skandinavíu auðvitað í norrænu velferðaríkinu. Þar voru Kalevi Sorsa og þar var Palme og þar var Gro Harlem Brundtland og í Austuríki var Bruno Kreisky og í Þýskalandi var Willy Brandt, ljúflingurinn Willy Brandt og Helmut Schmidt. Og í Frakklandi var Mitterrand sem að saminaði vinstri öflin undir sósíaldemókratísk pólitík ásamt með hans elsta hugmyndasmið Delors sem var besti framkvæmdastjóri sem Evrópusambandið hefur nokkuð tímann haft. Þetta var gullöld sósíaldemókratísins. Þetta er eins og sjálfstæðismenn segja stundum gamli góði sjálfstæðisflokkurinn. Þú ert að tala gamla góða Evrópusambandið. Og það er bara allt öðruvísi í dag. Það er allt annað eðli. Nú er það fyrst og fremst að þjóna markanum, svo kallaða, sem eru fyrirtækin. Þrengja að möguleikum almenningsum að byggja sér upp svona velferðarkerfi. Já, Evrópusambandið mun á næstu árum verða að gera upp við sig hvað það ætlar að verða. Ætlar það að verða bandaríki Evrópu og það þýðir þá, lýðræðislega kjörin miðstjórn bandalagsins svona, rétt eins og Washington. Sameiginlegur her. Já, sameiginlegur her og hervarnir og allt saman. Eða ætlar hann að vera bandalag fullvalda ríkja. Við skulum segja líkingu við Þýskaland. Þýskaland er 19 fylki með verulega sjálfstjórn og jafnvel smátt. Það er eins og Evrópusambandið sé á milli vita. Það boðar alltaf nánari samvinnu. En hvað þýðir það? Delors beitti sér fyrir fyrsta lagi innri markanum. Það var mikið afrek og mikið framlag til í samrunaferlinu, mikið opnaði gríðarleg tækifæri fyrir Evrópu á heimsvísu. Og síðan beitti hann sig fyrir sameiginlegu peningamálakerfi, þar sé evrunni. Og spurningin er þar með, ef að þetta væri bandaríki Evrópu, þá myndum við vera að stýra hagkerfinu bæði með peningamálastefnu og ríkisfjármálum. Við höfum lært eitthvað hagfræði, við erum aldrei upp í það að hagstjórn er ríkisfjármál, hækka að lækka skatta, hækka að lækka ríkisútgjöld eftir því hvernig hagsveiflan er, hvort þú þarfst að örva hagkerfið eða halda í við það. Og svo peningamálastefnan sem verður að vera í kór við þetta og hún er hvað? Hún er gengið, samkomulag gengi gjaldmiðla og hún er verðið á fjármagninu, vaxtastefnuna, hækka vexti til þess að draga úr, lækka vexti til þess að örva. En ef þú ert stjórnvald í Evrópuríki sem er aðilega ESB, þá eru korrupt
Annars vegar þá evran er í höndum annarra Peningamálin og síðan ertu með alls konar fótjárn og handjárn það hvað þú mátt skulda mikið, hvað þú má hafa mikinn halla. Þannig að þú ert eiginlega búin að missa bæði tækin til þess að stjórna landinu sem þú varst kosin til þess að stjórna. Akkurat, já, kosin, já. Því það aðrir sem ekki voru kosnir sem að raunverulega fara með meiri völd í þínu landi. Það í Maastricht-sáttmálanum, það stendur skrifað, ríkishalli ekki meira en 3%, ríkisskuldir ekki meira en 60%, vextir ekki hærri heldur en 2% umfram það sem vextir eru lægstir. Þetta allt bara bundið í sáttmála bundið í lög. Vísu hafa stóru ríkin innan Evrópusambandsins virt þetta að vettugi, en þetta ætlast til þess að hinni minni, af því Evrópusambandið þrátt fyrir all bandalag smáríkja, eða miðlungs og smáríkja, sem þau verða að hlíta. Þetta della, sko, það ekki hægt að halda upp í neinni hagstjórn með þessum móti. Enginn, þú búið taka af þér verkfærin. Ríkisfjármál í Evrópusambandinu mega ekki vera með, ég man ekki hvað var það, 1,1% sko af heildarbudget sko bandalagsins í heild og það fer helmingurinn í landbúnaðarstyrki og hitt fer í byggðastyrki. Þannig að Evrópusambandið með sameinaðan seðlabanka sem í upphafi var mjög valdalítill, Þjóðverjar bönnuðu það að hann væri lender og last resort og hann mætti gefa út skuldabréf. Þjóðverjar hafa nefnilega ofnæmi fyrir öllu sem heitir skuldir. Það er brendað inn í það frá Weimar í gamla daga þegar verðbólgan fór í 1000% að það verður bara alltaf vera að ríkisfjármál sé eins og heimilisbudgeti hjá þeim, það verður alltaf að vera plús sem auðvitað dellar, sko, bara staðreindaleg dellar. Þeir reyndar hleyptu sér fram hjá því núna daginn til þess að geta aukið útgjöld hermála. Já, þeir eru að gera það. Nú, bara til sumur upp, sko, Evrópusambandið á milli vita og við erum að tala um það að eigum við að fara að leggja þetta fyrir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu núna. Mér finnst það aðalsamt. Við getum talað og munum örgulega gera það eftir bandarísku tilraunina, hvernig hefur gengið að búa það til og sömuleyti fórum við aðeins inn í það. Við getum talað evrópsku tilraunina og þetta ástand sem er á Evrópu núna, segjum að við verðum að gera frá sjónarhóli til orðs, að hann myndi segja að þetta var allir lagi tímabundið, en þetta hlýtur að leiða til þess að það yrði kosin ein stjórn yfir Bandaríkjunum. Annars meikar þetta enga sens að vera með evru eða vera með þessar kvaðir á ríkisfjármálum ríkjanna. Þannig að við getum þolað þetta kannski í áratug, en núna eru bara liðnir sko 3 áratugir. Og Evrópa eiginlega á þessu millibilsástandi og þú mynd þá kannski vilja segja að það eiginlega fráleitt að sækja þú veist ekki hvort þú ætla að fara tilbaka að draga það úr vægi evrunar eða stjórn Brussel á ríkisfjármálum einstakar ríkja eða hvort þið ætlið að búa til bandaríki Evrópu. Já, nú mundu vinir mínir Evrópusinnar líklega að segja já, býtu nú hægðu nú á. Sko, nágranna lönd okkar, önnur Norðurlönd, Danmörk, Finnland, Svíþjóð eru í Evrópusambandinu, væri nú ekki ráð að líta á hvernig þeim farnast og hvernig þeim hefur vegnað áður en að sagt að þetta sé allt ómögulegt. Og svo það hitt, þrátt fyrir þessa erfiðleika og það er eitthvað til í því sem við erum að segja, þá það af öðrum ástæðum nefnilega ógnaröldin í alþjóðamálum og hættan sem okkur stafar annars vegar Rússland og Úkraínu og eins vegar Bandaríkin sem að hóta valdbeitingu aftur gegn bandalagsríkjum sínum. Eins og Bretar gerðu við reyndar okkur að mennum ekki gleyma því innan NATO hefur áður verið stríð Bretar réðust gegn okkur það voru freigátur hérna upp í Túnfæti það voru freigátur hérna næstu upp í Túnfæti já. En þá eru þau að segja það eru þessar ógnir sem valda því að við verðum að líta á aðalatriðin sem öryggi þjóðarinnar og takast á við hitt bara með öðrum því að við hefum bandamenn þrátt fyrir allt innan Evrópusambandsins. Þó að með þessu röku sem þú hefur farið yfir þá getur verið vond vistaður í Evrópusambandinu þá bara miklu verri vist að vera þar fyrir utan. Já. Þannig við höfum 2 slæma kosti. Já, 2 slæma kosti. Sem ekki alltaf gott. Það ekki. Og þá það byggt á því að þú nefnir öryggismálin og oft sagt að
svona þegar á reynir, þá það sem skiptir mestu máli. Ríki eru til í að fórna jafnvel efnahagslegri stöðu ýmsu til þess að tryggja öryggi sitt. Og þá það líklega þannig að ef að þetta staðan, að þá mun Ísland taka ákvörðun út frá því. En þá spyr maður á móti kannski, hvaða öryggi getur Evrópa skaffað okkur ef við erum að tala hernaðarlegt öryggi með stórveldið í vestri? Og svarið hún hefur talað um það núna í 30 ár að hún ætli margar glæru sýningar. Frá með hruni Sovétríkjanna stóð NATO náttúrulega frammi fyrir sögulegum tímamótum. NATO var ég tek undir það með Birni Bjarnasyni og hverjum sem NATO the most successful collective defense treaty in history. Já, þurfti ekki að leipa á skoti. Lýðræðisríkin sameinuðust öryggiskerfi þar sem einn var fyrir alla og allir fyrir einn, árás og einn þýddi stríð á alla. Og þetta var successful og þetta dugði á Sovjetið sem að lifði nú ekki nema í 70 ár. Þegar það hrundi, hvað átti þá að taka við? Hvar var óvinurinn? Það var farinn. Bandaríkin hins vegar töldu að þau væru miklu sigurvegari kalda stríðsins, þau hefðu unnið kalda stríðið og nú væri heimurinn unipólar og hann væri undir þeirra stjórn. Kalda stríð hefði verið hugmyndalegt stríð og þess vegna þeirra hugmyndafræði að fá að fljóta yfir Austur-Evrópu og Rússland. Og myndi gera og þeir gerðu sitt til þess að koma því á framfæri. Það fór nú ekki til að vel fyrir öllum þessum löndum sem eru þarna. Nei. Að taka við nýfrjálsvíkinni frá Bandaríkjunum. Á þessu tímabili, ég verð nú að koma því að fall Sovétríkjanna og það tækifæri sem leiðtogar vestrænna ríkja fengu þar með upp í hendurnar til þess að reyna að beina Rússlandi, gamla nýlendu ríkinu, keisaraveldinu Rússlandi og totalitarian kommunistaríkinu Rússland og fylgiríkum inn á rétta braut til þess að byggja upp lýðræði og réttarríki og svo framvegis. Þetta var stórkostlegt tækifæri. Ég minnist funda á fyrstu árunum eftir fall Sovétríkjanna þar sem menn settu heimsmet í mælsku á hrifningu það hvað þetta væri stórkostlegt. Meira segja það var í fulli alvöru verið að tala að og það voru stofnað samstarfsvettvangur með Rússum og það var tala að byggja upp sameiginlegt öryggiskerfi Euro-Asian bara frá Portugal til Vladivostok að landamærum Kína og fyrir nú utan Björnsinn sem að framkom í Fukuyama það var bara ein hugmyndafræði, lýðræðið var á sigurför, lýðræðið, já. En núna lítum við tilbaka á þessa tíma og það verður að segjast eins og að leiðtogar vesturveldana á þeim tíma þegar Sovétríkin liðast í sundur og notabene það var fólkið sjálft í Rússland og Austur-Evrópu sem að lagði það að velli, það var hvorki Reagan né Thatcher. Þegar þetta að liðast í sundur þá fá þau upp í hendurnar tækifæri. Það þurfti nýja Marshall-áætlun í 5 ár og skipulagt plan, uppbyggilegt plan sem að var að lokum, Gorbachev hafði það ekki en það kom að lokum undir forystu Javlinskis, úkraínsks hagfræðings, plan og það vantaði $150 milljónir á ári í 5 ár til þess að koma þessu fyrir gafl og til þess að breyta Rússlandi úr einræðisríki sem hættulegt nágrannum sínum í lýðræðisríki sem að þolir nágranna, heimtar ekki leppríki allt í kringum sig og hótar ella dauða og djöflinum. Þetta var tækið, menn geta deilt það, hefði það tekist, hefði það ekki tekist. Bandaríki snýrust að gegn því. Það var fjarri því að bússarnir skildu hvað var að gerast. Reyndar vildu þeir bara
kveðja Rússland og strúka hendurnar og segja við unnum. Eini maðurinn sem skildi þetta var Kohl, Þýskalandskanslari, sem borgaði reikningin fyrir sameiningu Þýskalands, 20 billjónir Deutschmark, borgaði það, tók við því og fekk það sem hann vildi í sameininguna og það að Gorbatsjov samþykkti áframhaldandi veru sameinar Þýskalands í NATO, af því að hann mat það að það væri minni hætta fyrir Rússland heldur en að hafa Þýskaland lausbeislað. Stórkostlegustu mistök liðinnar sögu, þetta var tækifæri, það hefði gerbreytt heiminum til langs tíma, það væri ekkert stríð í Úkraínu ef þetta hefði gerst. En það var ekki gert, þessi stað voru þessi... Við vorum að ræða þetta, jafnvel innan NATO, en það var náttúrulega ekki hlustað og minnisbók. Það var nú oft rætt hérna, ég ekki ennþá minnismerki við Hótel Sögu svona tilraun í NATO til þess að eiga einhverju samstarfi eða auka aðild fyrir Rússland. Ég held að Rússland sé eitt af logonum sem eru þar í minnismerkinu. Já. Það var á þeim tíma, það var í alvörinu verið að ræða það, hvort að Rússland ætti að vera úti eða inni eða hvort það ætti að vera með einhverja hliðar. Já. En við vorum að tala Evrópusambandið og það er á tímamótum eins og allt í heiminum. Já, eins og allt í heiminum. Mundirðu mæla með því að ríkisstjórnin færi í gang með þjóðaratkvæðagreiðslu hvort við þetta segjum? Já, sko, er þetta rétti tíminn til þess að framkvæma þessa þjóðaratkvæðagreiðslu? Treystir ríkisstjórnin sér til þess að leggja fyrir þjóðina eða hafa frumkvæði að vitiborinu umræðu sem byggð væri á staðreyndum, hvað ávinnst og hvað tapast, hver áhættan. Sko, við þekkjum Evrópusambandið. Við vitum það að sko, ef að Ísland færi ekki sérstakt fiskveiðistjórnunarsvæði viðurkennt inn í grunnsamningin og þá er það varanlegt, þá þýðir ekki að tala við okkur frekar. Þá er það bara búið. En aðalatriðið er að sko við erum ekkert að fara inn í Evrópusambandið á morgun þó að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla segja já, við höfum að sækja við fullnægjum ekki skilyrðunum, inngönguskilyrðunum, það er að fyrsta og annað að sko samningaumleitanir og það sem er verið að semja tekur svo langan tíma að það er ekkert á kjörtímabilinu sem við erum að tala það. Við erum ekkert að fara inn í Evrópusambandið á kjörtímabilinu. Þannig að spurningin þjóðaratkvæðagreiðslu sko 27 eða hvort hún verði á næsta kjörtímabili. Það deilir ekki það, við förum ekkert inn án þjóðaratkvæðagreiðslu en tímasetningin er praktískt verkefni fyrir þá sem nú ráða ríkjum. Já, en við erum oft í sambarlegri stöðu við eitthvað sem er mikilvægt en ekki áríðandi, af því að tekur hvað sem er svo langa tíma að þá kannski þurfu ekki að fara að gera þetta núna en þú getur þar alveg ekki aldrei gert það sem er mikilvægt en þú frestar því alltaf að því það er aldrei besti tíminn til að gera það núna. Þetta tala það að því að það er heldur ekki fólki sem er að reykja núna og veit alveg að þetta er að reykja bara sér ekki afstöðuna hvað þetta er í dag. Þannig það getur verið að við eigum að endilega láta þjóðina velja hvort þú verið farið í Evrópusambandið ekki, því þetta er bara mikilvægt mál. Sko að því að ég reykti 45 ára en fór til Kúbu til þess að velja með reykingum með minni aðferð, þess að ég reykti bara Kúbu vindla í 1 mánuð og fekk við það svo mikil ógeð og sígarettum og tóbaki að ég kasta upp. Nei, það er hægt við því að þú varst líka að segja áðan að treysti ríkisstjórnin til að hleypa í gegnum samfélagið, vitrænni umræðum Evrópumál. Þú tekið þátt í umræðum Evrópumál og ég get alveg sagt það að þegar þú varst það var ekki alltaf viti þeirri umræðu. Hún fór út í móin og bláin sko. Já. Þannig að svarið við þeirri spurningu er auðvitað bara nei. Auðvitað getur ríkisstjórnin ekki tryggt það að umræðan aðildarumsóknum Evrópusambandið verði vitræn á Íslandi. Nei. Það bara, og allra síst í ástandinu eins og heiminum er í dag sko. Þegar við vorum að semja EES þá voru það í tíð vinstristjórnar Steingríms Hermannssonar sællar minningar. Efnislega var EES-samningurinn saminn efnislega á tímabili þessara stjórnar. Það sem olli því að hann gekk ekki strax í gildi var að Svissarar felldu samningin og við þurftum að semja upp á nýtt stjórnkerfið
sem og hitt að hérna hlutlausu ríkin sko fóru alla leið, fóru inn í Evrópusambandi, Finnland, Svíþjóð, Austurríki. Þannig að það tafðist. En það sem ég að segja EES-samningurinn, Sjálfstæðisflokkurinn var ekki með honum, hann var á móti, hann var í stjórnarandstöðu. Hverju voru með? Það voru Alþýðuflokkurinn auðvitað frá upphafi til enda og samstarfsflokkar hans, Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag. Þegar að koma kosningum 91, þá féllu þeir í þá gryfju, fóstbræður, Steingrímur og Ólafur Ragnar, að fylgis vegna þeir eru að snúast gegn samningnum að því að hérna fylgi þeirra heimtaði það. Steingrímur viðurkennir í 3. bindi ævisögu sinnar undir seinustu síðunum að þetta hafi verið mestu mistök sem hann hafi gert á ferlinum og ég innilega sammála því ef að þessir 2 flokkar hefðu staðið við það sem þeir gerðu og það var engu leitt fyrir þá, við heldum seminör á Þingvöllum oftar en einu sinni til þess að halda öllum upplýstum smæstu smáatriði, höfðu fullan aðgang bæða mér og aðalsamningamanni og allt saman. Þetta voru bara ómerkileg hentistefna og neyddi mig til þess að leiða Davíð Oddsson til forystu, síðan bendaði á mig og sagði, já það honum að kenna að frjálshyggjan Þú opnaðir fyrir frjálshyggjan. Já, og hvað átti ég að gera? Ég var að staðráni því, aldrei skildi ég hérna klúðra þessum samningi því hann var hin lyftistöng íslensks fullveldis ásamt með aðildinu NATO. Þannig að ríkisstjórn Framsóknarflokks, Alþýðuflokks og Alþýðubandalags hefði haldið áfram eftir kosningar. Hún hefði það, já. Absolutt. Ég sagði þeim það. Og 10. áratugurinn orðin allt annar á Íslandi. Allt annar. Þetta voru hróðaleg mistök. Og síðan hefur sko Vinstri græn, það er ekkert eftir af þeim. Þau voru 7 ár í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum út og ekkert. Hérna, Ísland og NATO herinn burt og svo eru þau á NATO-fundum og herinn kjör og allt annað eftir því. Það er óvissa í Evrópu. Það er óorðið á stjórnmál. Það er óvissa í Evrópu. Verkefnið er hins vegar það mikilvægt að það er eðlilegt að þjóðin hérna kjósum það. Já. Þú ert svolítið efins hvort að hérna, þú myndir vilja sparka dollunni aðeins áfram niður veginn. Já, ég ætla að segja þér það að, sko, að árið 2012 þá var mér boðið á svo kallar Baltic Assembly. Þá var ég hérna löngu hættur sem utanríkisráðherra og hættur sem sendur og gafmenni. Hérna til þess að svara spurningunni í fyrirlestri skjóna Europe, what is wrong with it? And why the hell don't you fix it? Þetta var efnið og erindinu. Baltic Assembly er svona Norðurlandaráð þessari 3 Eystrasaltsþjóða. All right, það sem ég var að gera var að segja, sko, Evrópusambandi brást algjörlega í viðbröðum sínum við hruninu og nú eru hérna ákveðin vandamál og ákveðin spurningar sem að verður að svara, hérna í hvaða átt allar þetta þróast. Núna er Evrópusambandi alveg forystulaust. Sko, það var alltaf kyrjaður kóri, mamma Merkel átt að vera einhver mesti leiðtogi sem getur. Hennar minnismerki er það að hafa gert Þýskaland og þar með Evrópusambandi algjörlega háð Rússlandi Pútins í bæði olíu og gasi með orku sem er lífblóð hagkerfisins. Og þegar ég flyt þessa ræðu og að prófókera þá þegar ég vil fá umræður. Þegar ég gekk út byldur var dauða þögn. Forseti tilkynnti að nú eru vegna breyttra flugferða þá hérna hinn og þessir fórustum ríkjana að fara á braut og hérna þeir bara þorði ekki að horfast auðvita. En svo ég skrifaði nokkra greinar í baltnesku pressuna þetta en það var bara þögn. Þetta mátti ekki, sko. Ég skil það að þetta var þeim svo mikilvægt að vera búin að konsolidera eða styrkja fest í sessi sitt sjálfstæði með Evrópusambandsaðild að þeir, sko, létu ekkert segja sér það að hefði verið það var bara björgun. Það var að vera hlutinnar glæstu sögu sjálfstæðisbaráttu þessara ríkja. Það var Evrópusambandið. Það var hvíti riddarinn sem að hjálpaði þeim að tryggja sér sjálfstæði. Komið nútíman til okkar, eitthvað svoleiðis. Ef að Úkraína hefði haft vita á að gera slikt í sama, þá er eitt stríð.
Herðu, en aðeins í sambandi að þau erum að tala um Evrópu og Evrópusambandið og stöðun á Evrópusambandinu. Það hefur verið náttúrulega gengið svolítið fram að fólki við að horfa á Evrópuleiðtogana sleikja upp Donald Trump og einhver leyti afhjúpar það veikleika Evrópu sem raunverulega hefur ekki þurft að móta sér utanríkisstefnu áratugum saman og kannski ekki vilja það vegna þess að það ekkert séð að ef að allt hringborðið sest niður og allir að móta stefnu að þið náið því sko. En það hefur verið svona með viðvera Bandaríkjanna og að Bandaríkinn taki að sér sko öryggismálin að þá hefur Evrópa bara sætt sig við að skotta svona eftir Bandaríkjunum í öllum málum. Samt álykta hvað þetta annað og samþykkt að móta sér sérstakas varnar og öryggisstefnu, samþykkt að búa til Rapid Reaction Forces og kallað, það að segja hraða hersveiti sem væri til tekst með hraði til þess að bregðast við áreitni. Sko það búið að tala og koma með hugmyndir en vegna þess að eftir stendur að þegar Sovétríkin eru fallin og NATO stendur fram fyrir því óunnurinn orfin að þá spurningin, ætlar Evrópa að vera undir verktaki í utanríkispólitík Bandaríkjanna? Þeir hafa verið það áratugum saman. Já, og svar við þeirri spurningu að það er óbærilegt, það er sko af og frá að það séu hagsmunir Evrópu. En Evrópa getur ekki komið sér saman um aðra stefnu, svo háð Bandaríkjunum að þeir verða að hlýða því og ef við ímyndum okkur að Bandaríkjunum myndu draga sér tilbaka að þá ekkert endilega víst að Eystrasaltslöndin og Portúgal komið sér saman um sameiginlega öryggisstefnu. Ég bara ekki þessu það. Það bara ekki reynt á það. Það hefur ekki reynt á það, nei. En sko það eru 2 kjarnorkuveldi svo kölluð, eða voru í Evrópusambandinu, Frakkland og Bretland. Bretland er nú farið. Frakkland stendur eftir með sem kjarnorkuveldi. Það er auðvitað, sko, það er ekki svarir við kjarnorkuvopnabúri Rússa núna, fjarri því, en að það má ekki vanmeta það. Evrópa er moldrík. Evrópa er stærsta fríverslunarsvæði í heimi. Evrópa er með bestu lífskjör í heimi, betra enn í Bandaríkjunum raun og veru fyrir allan almenning, miklu betri. Og það er ekki það sem Evrópa getur gert, sko, menn segja hún hefur dregist aftur úr í tækniþróun. Þar hafa Bandaríkin sko, með undir forustu einkageiran sko, skara fram úr í að móta lykilatriðin í digital teknológíu og gervigreind og svo framvegis. Ætlar einhver að efast um það að Evrópa hafi burði til þess að skeppa við Bandaríkin og Kína á sviði hátækni? Ég efast ekki um það eitt augnablik. Ég bendi á En til þess að gera það, ég meina Evrópa vann Airbus vann bók. Já, akkurat það sem ég ætla að vinna. Nú, fyrir ekki. En ég meina þetta ákvarðanir sem eru teknar í gamla góða Evrópusambandinu. Já, það er rétt. Ég sé ekki alveg að þetta vonda Evrópusambandinu hafi einhverja getu til að taka svona ákvarðanir. Það er búið að taka ákvarðanir, þá eftir að framfylgja þeim. Það er búið að Evrópa hefur sett sér það stefnu að vera að koma sér upp sjálfstæðri getu til að tryggja öryggi sitt og varnir. Það hefur reynt á það. Nú er stríð hérna á landamærum Evrópusambandsins í Úkraínu búið standi í 4 ár. Það er jafn lengi og heimsstyrjaldi var. Það er því. Og hvað? Fundir, samþykktir, ályktanir. Evrópa hefur unnið þetta stríð á hverjum fundinu og hættur öðrum. En samt versnar alltaf staðan á vígvöldinum. Já, og það er auðvitað sko, það er vonamenn verið orðleysir þegar það kemur á daginn að friðartillögur hérna frá forseta Bandaríkjanna gætu hafa verið samdar í Kreml. Sem sennir að sko hingað ekki lengra. Evrópa getur en sko ríkin í mið- og austur-Evrópu og Eystrasaltsríkin, þau halla sér að Bandaríkjunum af því að þau töldu sig hafa þar skjól. Trump sagði, ef það brýst út eitthvað þarna í þessum Eystrasaltslöndum, hvað þau heita það er ekkert víst að ég nenni því.
Þannig, og þá vita þeir það. Það er svakalegt sjokk hjá þeim. Svakar. Því að ég meina þessi lönd hafa, þóttu þú hafi verið að tala um að þú mægir ekki tala illa Evrópusambandið á fundum hjá þeim, að þá hafa þau fyrst og fremst hort að því að öryggishagsmunir alltaf efst á undan efnahagslegum. Í öryggissjónarmið þá horfa þau fyrst og fremst til Washington, ekki til Brussel. Og ef að Brussel kemur til yfir að segja, nei, við skulum bara sjá hérna öryggið, ég meina þeir fagna ekkert endilega, þeir hugsa bara, erum við virkilega í svo slæmum málum að við verðum að treysta Brussel. En aðtöða eitt Gunnar Smári, sko, ef við hugsum fram í tíma næstu 2 áratugi í samhengi þeirra breytinga sem eru að hvolfast yfir okkur, eitt af þeim loftslagshlýnunin og breytingarnar í því og sem sé hér á norðurhjara sem mun breyta öllu umhverfi í nær umhverfi okkar. Eitt nú það sem að gerast á Grænlandi og síðan það sem að mun breytast ef að siglingaleiðin fyrir vöruflutninga og allt frá Kyrrahafi til Atlantshafs breytist á þann veg að það geti með sæmilegu öryggi farið norðurleiðina, þá er niðurstaðan þessi. Arctic Council, 8 ríki, svo Rússland, svo Bandaríkin, Kanada og Norðurlönd. Hver? Ísland, Noregur, fyrst og fremst. Og Danmörk í Grænland. Það verður... Eða Grænland sjálfstætt ef við okkur auðvitað að halda í Norðurlandaráði. Já. En þetta þýðir sko að svo þetta ekki í líkingu, það sem Arctic Council sem að Ólafur Ragnar er í forsæti fyrir samtökunum til þess að halda því lifandi voru til þess hugsuð og til þess voru þau að starfi að reyna að koma í veg fyrir að þarna yrði stórvelda keppni þessar ríkulegu auðlindir og þarna færi allt fram með samkomulagi undir lögum og rétti og þeir eru ekki deilur og sem eru leystað með hervaldi. Þetta er alltaf leys Trump er bara ekki áhuga á þessu. Já, hann er ekki áhuga á þessu. Og hérna þetta Arctic Council sko búið að vera í raun og veru Rússa fara bara sínum fram. Carney kanadíski sem nú greindastur leiðtoga núna sýnilega mun halda sko hann vil halda tengslunum við Evrópu og boðar bandalag svona miðlungsríkja gegn ofurveldi þess Bandaríkjanna og Kína. Hann verður bara að draga úr vægi viðskipta og tengsla við Bandaríkin. Svo hann lendi ekki í sömu stöðu og þú veist að lýsa merkilega lendi með Þýskaland. Hann sé bara háður vonda heimsveldinu. Þannig hann hleypur út allan heim og ég held að hann sé búin að gera 6 eða 7 viðskiptasamninga bara síðustu 4 mánuðum. Aðeins að því þú sagðir að NATO hefði verið sigursaga. Þú kannast við hugmyndina það að NATO hafi verið 3 markmið, halda Rússum úti, Þjóðverjum niðri og Bandaríkjum inni. Bandaríkjum fara út, Þjóðverjar rísa upp og Rússar inni. Þú sagði þetta væri stórkostleg sigursaga. Já, það tókst. En alltaf ekki. Og þetta er allt sem að fara. Allt farið. Og það þýðir að Evrópa á engan að kosta völ annara en þeirra að fara nú að sinna af alvöru og framkvæma í alvöru þær ályktanir og samþykktir sem þeir hafa gert það að koma sér upp sjálfstæðri getu til varnar og öryggis. Við getum orðað þannig að þeir þurfa að koma sér saman til þess að ákveða hvort það sé samstaða til þess að gera þetta. Því það eftir að koma í ljós. Eitt er að skrifa eitthvað á blað í einhverju allt öðru umhverfi þegar Bandaríkin eru verndarvængurinn. En þegar það er ekki, þá á svolítið eftir að koma í ljós hver er vilji þessara ríkja og það stjórnvöldurnar eru mjög ólík. Það eru ýmsir kostir þar í boði. Ef eitt ríki skærir sig úr, sko, það er nú farið að taka fleiri ákvarðanir sem að skipta miklu máli með meirihluta atkvæðum. Ef að Ungverjaland til dæmis væri með uppsteytt, þá kemur að því að Ungverjaland verður rekið úr Evrópusambandinu.
En í næstu kosningum... Þá þetta henda Slóvakíu þar á eftir? Það er standa vonið til þess að í næstu kosningum komi viðráðu hæfir menn við stjórnvölinn aftur í Búdapest. Sko, 1-2 ríki geta ekki stöðvað meirihluta vilja bandalagsins. Eystrasaltslöndin, náttúrulega þá er ekki að spyrja Pólland. Og hérna að þér var þar óttan og skelfinguna sem stafar af Rússum. Sko, það skilur það enginn í raun og veru sá sem að hefur sko verið þar og verið þar með þeim. Ég kendi nú þar við háskóla í 2 ár, bæði í Íslandi og Litháen, og þekki þarna enn marga svo að kynslóðaskiptin séu auðvitað að fara fram. Sko, Ísland, þjóðhátíðardagur, hersýning frá morgni til miðnættis, linnulaus, allur almenningur og hlíðarlínunum og sko, þú gerir grein fyrir því að það er heil þjóð þarna, hún er vísu smá, hún er rúmlega 1 milljón, en hún segir aldrei skulum við aftur að gripna í bólinu. Ótti við Rússland er bara, fólk rekkur upp á nóttinni. Við erum bara allt annars þar. Við erum annars þar, já. Ég meina, þetta eru þjóðir sem hafa bara kynnt í eða 5% landsframleiðslu í hernaðaruppbyggingu. Rússar er ekki að fara að taka Austfirði. Það bara er ekki að fara að gerast. Þannig það var eiginlega bara fráleit afstaða út frá öryggishagsmunum Íslands að við færum að eyða 5% landsframleiðslu okkar í hernaðaruppbyggingu. Við erum ekkert að gera það. Ef að samgönguáætlun heitir allt yfir hérna varnaráætlun, þá megum við breyta nafninu. Götum það kannski aðeins breiðari svo að sé hægt að keyra skriðdreka. Já, akkurat. En eftir sem áður að það er svo ólíkir hagsmunir. Ég meina, Írarnir eru með það sama. Þeir sjá ekki fram á innrás Rússa. Þannig þeir ætla ekki að fara að breyta öllu sínu, taka peninga úr velferðarkerfinu og sitja yfir í varnarmál, brjóta niður og skapa óöryggi innanlands í félagslega vandamál, bara af því að sko eistar og pólverjar óttast Rússa. Þeir ættu nú sérstaklega að gera það. Írar vegna þess að þeir eru orðnir að skattaskjóli. Þeir njóta þess að þeir tala ensku, þannig að tæknir ísandi bandarísku setja niður höfuðstöðvar og nafninu til í Dublin og til þess að þurfa ekki að borga neitt skatt. Það er skattur og fjármagnstekjur er svo lægst í ég veit ekki hvort hann er svo lægst í heiminu, hann er mjög lágur, hann er vissulega þess veriði að fyrirtækin hrúast þar inn. Írar hafa tekið stökk upp á við í þjóðarframleiðslu mann, lífskjörum etc. Og þeir hafa vel efna á þessu að leta eitthvað í pútti við að vera í Evrópu. Við erum herlaus þjóð, vorum það frá upphafi, höfðum þann fyrirvara, og Ísland er bara í NATO vegna þess að það var, eins og Jósef Lund sagði, framkvæmdastjóri, það er fljótandi flugmóðurskip á miðju Atlantshafi. Sá sem að ræður Íslandi, hann ræður Atlantshafinu. Og Atlantshafið er aftur orðið hernaðarlega gríðarlega mikilvægt, eins og það var á stríðsárunum. Og það eru þær staðreyndir sem við verðum að ganga út frá. Ok, þá komum við að Íslandi og þá skulum við taka annað atriði sem er varnarsamningurinn. Við erum út frá Washington þeir skilgreina okkur bara á sínu áhrifasvæði. Við erum varnarsamning sem að segir í viðbótinni að bandaríski herinn geti skilgreint til eitthvað neyðarástand og mætt bara. Svo bara ræðum það seinna hvort það hafi verið réttað í staðið eða ekki. Ef að við erum að fara í gennum Evrópu umræðu hérna á Íslandi, þar sem að öryggismálin spila stóra rullu, eins og sumuliti má heyra af þér. Hvernig horfið það við Bandaríkjunum? Að ef Ísland, sem er árveðsvæði Bandaríkjana, er að fara að leita öryggisskjóli í Evrópusambandinu. Heldur að þeir segja sem svo, já, þeir með að bara hafa þetta eins og þau vilja Íslendingarnir? Eða heldur að þeir segi, nei, við erum að hafa ekki hlustað okkur talað um Grænland og hafa ekki heyrt Rutte þegar hann var komið að fundinu við Trump. Þá sagðist hann að horta á norðurslóður í heildstæði mynd og nefndi alls konar lönd meðal annars Ísland. Og hér var hann ekki bara að hann ruglaðist á nöfnum?
Ég veit ekki akkur, en Rutte sagði þetta. Kannski var það eitthvað svona tækni að minnka hitan í kringum Grænland, að vilja ræða við Trump svona í víðu samhengi og ég meina, þú kannast það. Það allavega nefnda það að framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins var að benda á að í gegnum núverandi kerfi væri hægt að tryggja Bandaríkjunum sína öryggishagsmuni sem að þú lýstir ágætlega, sem það að verða að hafa Ísland og Grænland út af sjóluðu núna og til þess að það sé ekki bara hægt að renna kafbátum og okkur fleiri upp að Austurströnd Bandaríkjanna. Þú spurðir sko, láta Bandaríkin bjóða sér þetta. Höfum við sjálfstæði í að taka ákvarðanir í öryggismálum. Og þau mun náttúrulega svígjast einskis ef að, eins og það var sýnt vítt og breytt heiminn, ef þeir líta svo á að öryggishagsmunir Bandaríkjanna krefjast þess. Það eru engar vinaþjóðir til, sagði Kissinger, það eru bara til hagsmunir. Og þannig það og þá ekki að blekkja sig með það. Það er ofsnefnt að segja að þessi rupture, sagði Carney, Kanadamaðurinn, það sem hefur gerst rupture. Það er svona árekstur en ekki endanleg, við erum aðeins að bíða hvernig það þróast. Er þetta endanleg samningsslit milli Evrópu og Ameríku? Verður það svo eða mun Evrópuleiðtogum takast að smjaðra eitthvað svo fyrir manninn í Hvíta húsinu að það verði látið kyrrt liggja sem sé. Og það sé hægt að treysta á Bandaríkin sem bandamann? Það er ljóst að en það er svo mjög bundið persónu manns. Hvað á hún eftir? 3 ár á kjörtímabilinu. Hvað gerist innan þessara 30 ára? Það getur mikið gerst, það er mikið gerst á 1 ári. Ég held að sé spurningin val milli Bandaríkjanna og Evrópu. Við erum auðvitað Evrópuþjóð. Við erum Evrópuþjóð, við erum upprunir í Evrópu. Okkar menningar er norræn menning og það til Evrópu. Þjóðfélag okkar, pólitíkin á Íslandi er tvennt. Viljum við vera skrípamynd af amerískum kapitalisma, önnur í streind, eða viljum við vera norrænt velferðaríki? Og við Íslendingar vilja vera norrænt velferðaríki þó að einhver nýrík elíta sé óð og uppvæg á Reagan Thatcher Bandaríkjalínunni. Þetta er pólitíkin, þetta er pólitík. Og ég segi það er ekki spurning það að okkar náttúrlegu bandamenn eru Norðurlönd, Eystrasalт, sem er regjón í nánu samstarfi við Evrópusambandið. Komumst við upp með það? Veit ekki. Þurfum við að beita svona einhverjum diplomatískum klækjum? Kannski. Þetta er miklu flóknari skák. Það sem þú varst að spyrja sjálfa þig, er að verða rof á milli Bandaríkjanna og Evrópu? Já. Þú hefur aldrei sagt þessa setningu, bara frá því þú fæddist. Nei, það er rétt. Nei. Og ég hef ekki náð, þú er ekki sagt hana í október eins og því. Þetta er bara, það er að verða þessi skil og þau eru svo röð að menn jafnvel kasta þessu upp. Á ég að horfa á framtíðar öryggi Íslands út frá því að þetta rof get orðið og hver verður þá staða okkar? Þá segja Bandaríkjamenn það var á sjónum í Kanada, þegar komu súpukjötsbitarnir, þá gerðu kallar svona og mertu sér þá með að setja munnvatnið á það. Og þá gerðu Bandaríkjamenn og segja, ég á Ísland og ég á Grænland. Já. Og bara ekki láta ykkur detta í hug að þið hafið eitthvað með það að gera. Nei, ekki ef að og sömuleyti erum við að sigla inn í svona stórvelda heim. Við erum að sigla inn í svona stórvelda heim. Það sem að stórveldin telja sig geta valið bitana. Og sérstaklega þegar bætir því við hvernig stórvelda kapplaupið mun færast nær okkur á norðurslóðum. Þannig að framundan eru alveg gríðarlega verður gríðarlega vandratað fyrir eina herlausu smáþjóð. En það er ofsnefnt að segja að valið sé svona sterkt
ef við höfnum Bandaríkjónum, sko, þá beita þeir valdi. Það getur þrátt fyrir allt náð samkomulag að valdið yfir Atlantshafinu, það var það ekki bara Ameríku, það var það líka Evrópu, og hugsanlegt að það sé hægt að semja það. Já, en nú þetta stjórnvöld í Bandaríkjunum horfa líklega á þannig að það ekkert umsemjanlegt. Það rétt. Þetta eru okkar öryggishagsmunir og ég ætla ekki að semja þá, sko. Já. Þetta línan sem hann segir þetta, hann sagði þetta ekki bara í Davos, hann segir þetta 2 á dag. Já. Og þeir eru voru að gefa út nýja varnar skýrslu og þetta bara endur tekið aftur og aftur. Er ekki komið fram tillaga í senatinu í Bandaríkjunum um að byrja feril að flæma hann út úr Hvíta húsinu sem óhagan? Já. Það verður. Sko, Trump ekkert, Trump að vísu svona fasteignabraskari í New York og mislukkaður fjárglæframaður. Hún furðulega lífseig sagan það að ólígarkar í kringum Pútín hafi reddað honum frá gjaldþroti og þess vegna eigi Pútín höng upp í bætið á honum og það þarf einhverja skýringar á því hvers vegna forseti Bandaríkjanna besti bróðir einræðisherrans í Kreml. Ekki nema því við byrjum að tala áhrif nýfrjálshyggjunnar að í Rússlandi ríkisrekin ólígarkismi. Bandaríkin eru meira með orðið þannig. Þetta eru bara skildur, sækir skildan heim eða hvernig þetta orðið. Líkur sækir líkan heim. Milljarðamæringarnir í Davos sem við byrjum þetta samtal á komu því til skila að 3 ríkustu auðkýfingar Bandaríkjanna núna sem allir eru í nýtækninni í meiri auð heldur 160 milljónir Bandaríkjamanna annara bara þessi 3 einstaklingar. Þannig að þetta meira grótesk, það ekki svona svart í Rússlandi. Ekki svona svart? Nei, það ekki svona svart. Það engir 3 sem eiga Pútín hefur passað upp á það. Það verður engin nógu sterkur. Þetta náttúrulega og líka að við erum lifað þann tíma að þessi auður honum verður aldrei fyllt jafn mikið vald, ekki á tímum sem ekki bara frá því fyrir kreppu eða eitthvað, sko. Hverju munu eiga róbótana? Auðmennirnir. Hverju munu eiga fjölmiðlarnir? Auðmennirnir. Hverju munu eiga stjórnmálin? Auðmennirnir. Hverju munu þarlandi eiga dómskerfið? Auðmennirnir. Já. Við erum svolítið þar í Bandaríkjunum. Viljum við vera í þjóðfélagi? Nei, við erum Evrópumenn. En að því að þú varst nú í... Þú ert að segja, sko, en það ekkert víst að vera tekið til þess. Við verum ekki spurðir og það getur vel verið. Það var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla skoðanakönnun í Venezuela, heldur bara flugmóðurskip, þyrla, hersveit og ráðist inn í forsetahöllina. Og kannski gert samkomulag við ráðastéttina? Alla voru þessi skipti á höfuð stjórnarinnar voðalega friðsamlega eitthvað. Þannig að við erum með... Þegar erum þetta í Chile, þá framdi Allende sjálfsmorð áður en komast til þess að drepa hann. Og svo fóru þeir og drápu bara alla vinstri menn sem ekki náðu að flýja frá Suður-Ameríku, áratugina þar á eftir. Þeir voru margir. Þeir eru mikið hugmyndastýrir, þeir bara drápu vinstri menn. Þeir fengu margir atkvarf í Svíþjóð, flóttamenn það. En við snúum okkur að Bandaríkjunum, því að nú erum við að draga svona svolítið svarta mynd af Bandaríkjunum. Og það hann með þróun, hann að reyna að bæla niður háskólana og háskólanum sem er kynnti, hann með gríðarlegt inngripin í fjölmiðlana, hann reynt að stýra dómskerfinu þannig að hann nái sínu fram. Hann talar að taka að svona þeim borgarlegu réttindi eru ekki almenn, það hafi ekki allir aðgang að því, þú þarft að vera réttur Bandaríkjamaður og hann ætlar að skilgreina, hann svona þjóðurnis sinni sem að skilgreina hverjir ekta í þjóðinni, aðrir horfa fram á það að bara missa réttindi sín, hvort sem að eru samkynniðir eða transfólk eða innflytjendur eða eitthvað fleira. Þannig að Bandaríkin eru á gríðanlegri hraðri leið í áttina að einhverju sem að minnir óþægilega á
á fasismann í Evrópu og millistríðsárunum, en við erum að hafa í huga að fasismin Jim Crow í Suðuríkjunum náttúrulega bara dæmi aðskilnaðarstefnu og svona hálf fasist samfélag. Þannig að þetta inngróið hjá þeim líka. Já. Hvert sérðu þróun Bandaríkjanna? Hversu langt geta þið farið eftir þessu? Einhver viðspyrnukraftur inn í Bandaríkjunum sem mun stöðva þessa þróun? Fyrsta svarið að mig undrar það stórlega þegar hér komið sögu að stjórnarandstaðan, demokrataflokkurinn, ekki komin fram með trúverðugan leiðtoga á þessu umrótskeiði til þess að bjóða upp á alternatífið að verja stjórnarskrána og réttarríkið og mannréttindin. Ég spyr á hverjum degi enginn að koma fram. Ég sé það ekki, altså gamli maðurinn Bernie náttúrulega ekta sósíaldemokrat en frá einu fámennasta ríki Bandaríkjanna, en hann orðinn gamall og syns ég, niðurstaðan sú að hingað til er ekki komin fram neitt Roosevelt, neitt alternatív til þess að stöðva þessa þróun. Og hún hefur verið alveg frá Reagan, undantekningunni Bill Clinton að hluta, en hann samt sem áður ábyrgur fyrir því að hafa að lokum afnumið alla löggjöf sem að Roosevelt kom á til þess að beisla kapítalir og hleypa því lausu. Hann ber mikla ábyrgð á hruni fjármálageirans. Hann kallaði það nútímavæðingu. Já, hann og Blair töluðu nútímavæðingu, já, það rétt. Hvers konar þjóðfélag Bandaríkin? Það er stéttskiptasta þjóðfélag meðal vestra, ef við berum það saman við vestrænar þjóðir. Það er mest misskipting auðs og tekna. Hún orðin gríðarleg. Yfirstéttin, fjármála yfirstéttin, bandaríska, ræður þar algjörlega lögum og lofum. Lobbyistar stórfyrirtækjana skrifa löggjöfina. Enron sem spilt fyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki og fór á hausinn fyrir nokkrum árum. Það hafði skrifað eiginlega alla löggjöfina, forstjórarnir þar hafði skrifað alla löggjöfina. Sem þó brutu. Já, sem þó brutu. Lýðræði, þáttaka í kosningum í Bandaríkjunum afar lág. Repúblikanar ráða 17 fylkjum og þeir gangfara hamförum í að setja lög til þess að torvelda það að minnihluta hópar geti neitt kosningaréttar. Þeir breyta skipulagi fulltrúarás kjördæmanna til þess að koma því svo fyrir að það sé ekki hægt að losna við repúblikana og demokratar ekki sjans. Umræðan í Bandaríkjunum, hún fer fram það hver borgar mest í neikvæðar auglýsingar sem nýða mannorðið af andstæðingnum. Hæstiréttur úrskurðaði það að fjárframlög, hann afnam öll takmark á fjárframlög auðtjúinga því að þetta þeirra málfrelsi, Já. Peningarnir hafi borgaralegi réttindi. Já, peningarnir hafi borgaralegi réttindi. Fátækt í Bandaríkjunum að vera hún gríðarleg, liðið sem húsnæðislaust út á götum. Eina ríkið í heiminum sem svona moldaríkt sem býður ekki upp á vísi að almannatryggingum. Jú, þú getur tryggt þig í gegnum fyrirtækið, en ef fyrirtækið til dæmis segir þér upp, hvar ertu þá? Ef fyrirtækið fer á hausinn, hvar ertu þá? Syns ég, education, menntun, hverjir kosta grunnmenntunina? Það eru héraðin, sveitarstjórnirnar og Bandaríkin eru þannig að hinni ríku búa í víkirtum hverfum og það eru fínir skólar. Hinni fátæku búa í slömmum
þar eru skólar þannig að þeir eru ópíum, þeir eru eiturlyfjabæli og svona vopnaðir verðir skjóta öðru hverju nemendur eða kennari hefa drepið á skólalóðunum sko mörg hundru manns núna á seinustu árum. Þetta er ekki glæsileg lýsing á þjóðfélagi. Þetta er ekki þjóðfélag sem við viljum sjá, Evrópumenn. En þetta er gríðarlega valdamikið samfélag. Gríðarlega, vegna þess að afburðastæðsti herinn getur umlega farið sínu fram meira og minna þegar það fá náttúrulega ekki allt sem við vilja en geta eyðilagt alveg óvandarlega mikið. Já, ég var sendiherra í Bandaríkjunum, reporteraði ég reglulega og þar voru gefnar þjóðaröryggisáætlanir eða skýrslur og þá var það forsendan að Bandaríkin yrðu að verja til hermála nægilegu fé til þess að geta háð sameiginlega tvær styrjaldir í senn, alveg full-scale styrjaldir og í geimnum líka ef þyrfti. Þá voru framlög Bandaríkjanna til hermála helmingurinn af því sem öll önnur ríki í heiminum sko verður til þeirra mála. Og með Reagan sem þá náttúrulega byrjaði þetta ferli og þannig að Bandaríkin eru sko vígbúin alveg to the teeth og ég vitna aftur í Carter sem sagði Bandaríkin hafa bara 16 ár í tilveru sinni haft frið fyrir styrjöldum. Sko, við vitum ekkert það, við erum lengur búin að gleyma því hversu oft Bandaríkjamenn hafa framfylgt Monroe-kenningunni og beittu valdi til þess að skipta stjórnir í Suður-Ameríku. Það er oftar heldur en ég kann að muna. En finnst þér skynsamlegir ráðstöfun að vera með varnarsamningu þetta ríki? Já. Svelgist á gamli grandinn sem var. Þú er ekki átt auðvöld með að svara, erfitt með að svara þessu 1960? Nei, og ekki 80? Nei, vegna þess sko, 1940, sko, eftir stríðið, íslenska lífveldi er stofnað, því er yfirlýst eftir 1918 sem ævarandi hlutleysi, er okkar utanríkispolitík, herlaus ævarandi hlutleysi. Stríðið kendi okkur þá leksju að það var upp í fjöru hjá okkur, stríðið. Þýski kapótahernaðurinn gat ráðið úrslitum það hvort að the arsenal of democracy, vopnabúr lýðræðisins í orðum Roosevelt myndi komast til meginlands Evrópu og til Múrmansk, til Rússlands þeir bjuggu Rauðaherinn sem lagði 20 milljónir mannslífa í það stríð gegn nazistum. Eftir það, ég sagði einhvern tímann Bjarni Benediktsson, við talaðum eldri, sem var frumkvöðullinn að því að taka af skarið það að aðild að NATO á sínum tíma, það er að segja Bandaríkjamenn sóttist eftir því sjálfur, þeir vildu fá Guantanamo Bay 90 til 99 ára á Íslandi. Ólafur Thors kom veg fyrir það í ríkisstjórn með kommunistum og síðan var niðurstöðan svo að fara í NATO og með þessum fyrirvara aldrei her á friðartímum á Íslandi og bandalagið væri þess viðurkenndið sérstöðu Íslands að því leyti að það væri herlaust land. Það var rétt ákvörðun og Bjarni gekk í gegnum dauða og djöfulskap á landráðamaður og svíkari, sonur Bensa gamla sem gat varla skrifað undir samningin 1918 því að hann var svo harður gegn dönum. Já, og ég er bara að reyna að koma því til skila að ég met þetta hugrekki Bjarna að standa í stafni þessu ákvörðun. Hún hefur reynst vera rétt. Og ennþá þannig að við erum með varnarsamningu þetta ríki sem það er lýsa hérna áðan. Hvað annað? Ef við segjum upp? Sko, Ísland hefur ekki, við ráðum ekki innanríkismálum Bandaríkjanna og höfum ekkert það að segja. Og við höfum fylgst með hvernig Bandaríkjana fóru hafa farið gagnvart Grænlandi og hvernig hafa farið gagnvart öðrum löndum og það er orðið svona
Þetta eiginlega ákvörðun það að vera í liði með búlíunum. Við vonum að hann slá okkur ekki. Já, það er mikið til því. Formlegt samkomulag við búlíun. Það er mikið til því og það staðfestir að það er rétt sem Kissinger sagði. Það er engir vinir, það er bara hagsmunir. Hann sagði líka að það er slæmt að vera óvinnu Bandaríkjanna. Það er ennþá verið að vera vinnu þeirra. Sagði hann. Það er rétt. Herðu, en aðeins eitt í lokin, af því að við erum að tala breyttan heim. Uppgangur Kína og fleira. Sérðu fyrir þér að Evrópa, eitt af því sem hún þarf að taka ákvörðun þarf að taka ákvörðun sjálfstæðu öryggisstefnu, sjálfstæðu utanríkisstefnu. Sérðu fyrir þér að að Evrópa taki einhvern veginn aðra afstöðu gagnvart Kína og horfi öðrum augum á Kína heldur en Bandaríkin gera, sem að horfa á það sem eiginlega samkeppnis heimsveldið og eru til í að fara í átök við nánast hvað sem er. Sérðu fyrir þér að það geti verið bara upp á sjálfstæði í Evrópu að hafa aðra stefnu gagnvart Kína, ekki elta endilega Bandaríkin í því að Kína sé okkar náttúrulega óvinnur? Ég er þeirra skoðunar að þjóðarhagsmunir Evrópu eru aðrir en Bandaríkjamanna. Mér ofbýður þessi árásargjarni stríðstónn það að skilgreina Kína strax sem óvinn túðu tíð. Sko, það mun reyna á það fljótlega. Sko, Tævan, ætla Bandaríkjanna að verja Tævan gegnum þykkt og þunnt. Þar verður stríðstilefni. Ég er þeirra skoðunar að Deng Xiaoping, leiðtogi í Kína eftir Mao, sé einhver merkasti stjórnmálaleiðtogi í síðustu aldar sem getur. Hann vann þau afrek að stöðva dellumakari í Mao sem ég til að hafa verið geðveikur og það er ekki vont skáld. Hann Þið hefur fullitt hérna við borðið Mao, það hefur fullitt af Kína sérfræðingur hérna við borðið að Mao sé þvert á móti afburðarskáld. Já, hann er það ekki. Hó Chi Minh var betra skáld. Já. Ég hef það eftir sérfræðingum í frönskum skáldskap. En aðalatrið þetta að Deng Xiaoping, hann sagði í 10 línum, þeir sem að rækta jörðina skulu hér eftir fá að selja afurðir sínar í nærliggjandi borgum og allt í einu bara blómstraði Kína. Áður hafði verið hungursneyð og allt í einu blómstraði Kína. Svo sagði hann, við gerum tilraunir hann fekk vink frá Norðurlöndum það var hann hefði vel tök á því að leyfa einhvern markaðskerfi að stíga þarna fæti. Hann kom á tilrauna svæðum með erlendri fjárfestingu, innvæðingu og auðvitað undir pólitískri stjórn og undir, niðurstaðan af því sem að þessi maður kom fram er að 700 milljónum manna var lyft upp úr miðaldafátækt til bærilegra lífskjara. Þetta er ójafnanlegt afrek, þetta hefur enginn unnið. Ég ber hann saman við Gorbatsjov því að báðir stóðu þeir frammi fyrir gjaldþrota kommunisma sem arfleið og Gorbatsjov verður því miður, hann verður að viðurkennast, hann hafði ekki hugmyndirnar, hann hafði ekki... Það er engin uppskýra í honum, hann er með enga uppskýru. Nei. Því miður. Jú. En Deng Xiaoping er með mikla uppskýru. Góður maður, já, etc. En því miður, já. Sko, Deng Xiaoping og sá sem ekki dáist að þessu og skilur þessi umskipti, hann skilur bara ekki neitt í heiminum. Kína er 5.000 ára gömul siðmenning. Miðríkið Kína, það er inngróið í genin á því að við þolum ekki valddreifingu í allar áttir því að Kína leysist upp. Kína verður að hafa miðstjórn og Kína, það er alveg sama hvað mann segja það er svoleiðis. Og Kína svo sem tók við nera brót, það er að segja ríkjum sem voru í nálæðinni þurfa að borga skatt til stórveldisins. En sannleikurinn er sá að Kína í þessi 5.000 ár þá voru Kína ekki mikið í styrjöldum. Kína hefur ekki hótað neinum styrjöld nema innan marka ríkisins af því að þeir segja að Tævan er kínverskt land. Eins og Tævanir hafa reyndar sagt líka sjálfur allan tíman. Já.
að það er bara þessi flokkur sem núna við völd sem er með sjálfstæði, að því að flokkurinn sem hefur lengst af ráðu ríkjum í Tævan er með sömu stefnu að Kína sé breytt. Já, það er rétt. Það er ekki þannig að þetta er sérstök sjálfstæðisbarátta. Eru Vestmannaeyjar ekki Ísland? Já, það væri kannski öðruvísi ef að ef einhver hefur flúið ángað með sitt. Já. ef þú kannski flúið þarna 91 til Vestmannaeyja. Já. Af því að Davíð vildi ekki ganga í ES. Já. Herðu, en það er gaman að fá þig hingað í spjall. Þetta við erum þannig tíma að við erum að ræða mikið utanríkismál. Þorgerður Katrín sagði að utanríkismál væru innanríkismál í dag, þannig verður það bara. Og við erum að koma út úr tímabili það sem hefur ekki verið mikil umræða utanríkismál og þess vegna gott að geta sótt í eldri menn sem að kunna hugsa þessi mál. Já. Við gætum verið betri í þessu. Það gæti verið öflugur umræða þessi mál á Íslandi. Heldur betur. Við reynum að forma það einhvern veginn við rauða borðið að einhverjum hætti. Heyrðu, ég ætla til með að við erum líka að segja að ég ætla að óska allir hamingju með viðtalið við hann KK. Mikið lífandis óskapar tærsnild var þetta. Þú dróstir svolítið í hlé miðað við það sem venjulegt er. Hann með gítarinn og sko málin sem þau voru að ræða sem eru þetta að númer 1 húsnæðismál Jóns og Gunnu og hann söng það inn þannig að allir skildu. Hvers konar eiginlega pólitískt ólæsi hefur fólk sem getur ekki einu sinni viðurkennt það að félagslegt húsnæði sem minnstakosti þriðjungur af húsnæðismarkaðnum er sko lífsnauðsyn, það er hverju einustu borg í Evrópu, auðvitað ekki í Ameríku en sko að hafa lagt niður verkamannabústaðakerfi 1999, Páll Pétursson frá Höllustöðum var skemmdarverk, refsivert athæfi og síðan var til þess að efna einhver kosningaloforðum 100% lán búin til sjóður sem endaði í gjaldþroti á skattgreiðendur upp á hvað, yfir 600 milljarðar. Nei, það sem situr eftir að það er búið að borga eitthvað slatta en ég held að það situr eftir sko nála 300 ekki. Og þessi nýjöldsjóðu þarna. Já, en sko þvílík stjórnsýsla. Herðu, en að þú nefnir þetta þá KK langar til þess að vera með fá ráðamenn í viðtal og vera með gítarinn og einmitt að ræða þessi mál húsnæðismálin. Þannig ég kenni bara til skila að Inga og Kristrún og Ragnar Þór og Daði Már að þeir eru velkomin til að koma hingað við rauðaborðið og hitta KK með gítarinn sinn. Því hann tilur þetta að vera bara, við ættum ekki að tala neitt annað heldur þetta. Því þetta sé svo mikið mein í samfélaginu að það er eiginlega tilgangslaust að tala samfélagsmál með þetta óleyst sem við sögum þetta. Já, það er rétt. Herðu, Jón, kæra þakkir og ég þakka gestunum sem voru hérna á undan og Sigurður Magnús, hann er farin eitthvað út í bæ að horfa á handbolta þannig að við höfum ekki svona spjalt sem við höfum annarlega. Ég þakka Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Minni á að það eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem halda samstöðunni gangandi. Það er fólk sem telur að umræðan sem fram fyrir hér sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi, ekki síst á svona viðsjárverðum tímum sem við lifum. Ef þú vilt slåst í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi geta látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En ég þakka fyrir í bili, njótið þess sem eftir að við helginni áfram Ísland, það er einhver handboltaleikur hérna í framhaldinu og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8.